Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í Stundina okkar. Við ætlum að byrja þáttinn í dag á teikniblokka dýramyndagátunni. Vegna þess að dýr dagsins í dag ekkert venjulegt dýr. Það er... Bíða aðeins. Fyrir ekki Fransína, hvað svona fyndið? Ég er að lesa svona bók mig og það bara alveg ótrúlegt að fylgjast með því hvað ég fyndin. Ert þú í þessari bók? Já, ég svona aðal í henni. Já, ég sko öllum blaðsjónum. Ha? Já, svona, ég myndi segja að ég væri svona aðalsöguhetja. Vá! Já, ég fór sko bara inn í teiknimyndalandi og breyttist bara sjálfkrafa í svona ofurmús. Nei! Jú. Býtu, hvernig það? Getur þá hver sem farið inn í svona teiknimyndaland og breyst í teiknimyndahetju? Nei, maður þarf að vera svona sérstakur, svona útvalinn eins og ég. Ég skil. Ég reyndar má taka með mér eitt gest sko næst þegar ég fer. Er það? Já, ég hefur að hugsa hvernig ég ætti að taka með mér. Já, það er náttúrulega verið ofsalega góður að leika og svona klára einhvern sem ég treysti og tilbúin að lenda í ævintýrum og ég veit bara ekkert hverjum ég á að bjóða, sko. Björgvin, langar þig kannski að koma með? Já, hvort ég vil. Hvenær viltu fara? Núna, strax! Já, byrju ég þarf... Er það hægt, eða? Athuga, sko. Já. Sjá, í dagbókinu minni. Já, látum okkur sjá, ég ætti mögulega að geta gert það. Frábært! Við skulum drífa okkur. Vá, þetta verður gaman. Hey, kannski lendum við bara saman einhverjum ævintýrum hérna niðri og ég breytist kannski í Batman eða Spiderman eða Superman kátur. Björgvin, þú átti samt ekki eftir að klára myndateiknigátu myndina, dótið. Jú, það er ekkert eins og ég hef verið búin að gleyma henni eða krökkunum heima. Nei, alls ekki búin að gleyma. Það er bara svolítið skemmtileg tilviljun að dýr dagsins í dag kemur oft fram í frægum teiknimyndasögum og þá gjarnan í hlutverki bóa. Eru þið tilbúin? Þá förum við með vísuna. Ég teikna á blaðið, lítinn part, ég reyna að vera skýr, til greina kemur ansi margt og getiði hvaða dýr? Gerða, getur farið núna. Já! Takk. Hvað ert þú eiginlega búin að vera? Fyrir ekki, ég kunni ekki alveg á þetta töfratiftið. Býtu, hvað ert þú með, Björgvin? Nú, allt fyrir ferðalagi, teppi, tannbusta, síðanarbuxur, hárkollur og skuttu lendi ykkur. Þú þarft þetta ekkert. Leiðum maður fyrir inn í teiknimyndalandið, þá breytist maður bara sjálfkrafa í einhverju persónu. Já, auðvitað. Krís verða Batman, Superman eða Spiderman. Ertu tilbúin? Já. 1, 2 og... Hvað er að gerast, Fransína? Ég meina. Hvað er að gerast? Af hverju er ég svona? Þú ert bara greinilega að vera kona í þessu ævintýri. Nei. Ég var búin að ákveða, ég vildi vera Superman eða ég ætlaði að vera Spiderman. Heyrðu, það þýðir ekkert að vera að væla núna, Björgvin minn, ha? Maður ræður ekkert hver maður er í teiknimyndalandi, sko. Ertu nú bara fegin að vera svona mikið skvísa? Heyrðu, bíddu. Af hverju eru ekki búin að opna munninn einu sinni en samt búin að tala heilan helling? Já, af því að þú ert komin í teiknimyndaland. Það eru talblöðrur fyrir ofan okkur sem segja allt sem segja þarf. Ó, ég sé það núna. Svo má alveg tala líka. Halló? Æ, nei, ég er ennþá með konurödd. Hvað á ég að gera, Fransína? Já, þú gætir til dæmis mögulega að fara að lenda í einhverju vesenni og vandræðan svo ég geti bjargað þarna konan þín. Sko, ég get ekki verið í kjóli í þessu ævintýri. Æ, ég skil, þá verður við bara að fara heim. Nei, allt í lagi, ég skal lendi í vandræðum. Æ, nei, nú er ég aldeilis í klípu. Ég lendi með fótinn undir ruslafötunni og við mús og verður að bjarga. Þú er að lenda í einhverju svona rosalega vandræðum eins og kannski að ræningi myndi koma að ræna þér eða þá myndi... Finnst nú ansi ólíkt einhver ræningi komið bara að ræna mér að niður í götinu, það er nú... Ræningi að ræna mér! Ó nei, ræningin úr Ostaborg! Já, ég er sko ræningin úr Ostaborg og ég er komin til að ræna svaka skvísu hérna. Finnst þér í skvísa? Hvað? Þú kemst aldrei upp með þetta! Jæja, góði, sjáðu bara þegar ég lippir hérna upp á axluna á mér. Já, eða þegar ég kippi henni hérna upp. Ó, nei! Fyrirgefðu, væri nokkuð aðeins til að hjálpa mér. Já. Já, takk fyrir. Bóin að ræna mér! Þetta er greinilega verkefni fyrir ofurmús! Wow! Það er svolítið hátt í þetta. Þetta var kikið mitt.
Skildu ofurmúsin á að bjarga fallegu konum úr klóm glæpamannsins? Hver hann og hvað vill hann? Framhald hér eftir næsta atriði. Í síðasta atriði var henni gullfallegu skvísu rænt af ræningjanum úr Ostaborg á meðan músin flaug borgina þver og endilanga ás að taka sér eina einustu pásu. Já, þetta alveg rétt þar, ég alveg að drepast í hendinni, ég get ekki... Nei, en það nú ekkert mál, því ég ofurmús og get allt. Rétt hjá þér. Og nú verð ég að finna hana. Já, ég flýgum allt, ég ofurmús og ég get gert allt og leyst allan vandamál heimsins. Já, það er ég, því ég ofurmús og ég kannast og mér finnst svo gaman að vera í förum sem ég ofurmús og ég er svo sterk og ég þoli ekki að vera í bleiku. Nei, hvað er þarna? Er þetta fáni? Nei! Er þetta húsþak? Nei! Er þetta fallega konan sem ég þarf að bjarga? Já! Ofurmús! Hæ, ég er hér! Komdu að bjargaðu mér! Hjálp! Ó, viltu hjálpa mér? Halló, ég er komin. Ó, já. Ó, mér er svo kalt hérna. Hvað er að gera þar að taka þér flugskíkina? Þú sagðir þér þú ekki að vera í kalt. Jú, þú þarf að passa þetta ekki, menn er að syllinu er ógeðslega hátt og... Ó, nei, ég er að detta, Björgvin. Jók, bara smá grínur að jarða þess, sko. Þetta er svo einhæð. Jók, þetta... Jæja, hvar er vondi kallinn? Já, hér er ég, ofurmús. Og hvað ætlarðu núna að gera? Ég ætla að bjarga skvísunni og taka af þér ránsfenginn. Já, reyndu það bara, eyrnastóra ofurmúsið þín. Þú getur það aldrei. Það vita allir að ég er sterkasti ræninginn í allri Ostaborg. Það má vel vera að þú sért sterkastur, en ég er klárastur. Jú, jæja. Jæja. Koti, þú rými hana, koti nær, já. Ég veit ekki gera, þú veitur. Hörru, kom það snætt. Æja, þú var búinn. Hvað nú? Já, koti hana. Ó, já, kannski ekki. Og ég ætla að heima mér þetta bara, já. Það hætti ekki neitt. Hvað fór þú? Hvað er þú? Svo vitlaust. Komdu að hvað hefur fórið? Halló, júhú! Viltu kannski meira? Nei, sjáu þarna. Ágætis tilraun, en ekki nógu góð samt. Já. Ó, ofurmús, þú náður að handsama ræninginn og bjarga mér. Þú ert sko hetja mín. Þú ert hetja mín. Æ, Björgvin, ég er allar blaut. Hei, við erum komin aftur. Aftur. Já, úr teiknimyndalandinu. Vá, hvað Úr rakka. teiknimyndalandinu, býtu destu og hausinn, vinnur. Nei, hvað mannst ekki? Teiknimyndalandinu mannstu, ég var svaka skvísa í rosa kjól og þú varst að fá ofurmús. Björgvin, af hverju varst þú klæddur í kjól? Ég veit ekki, ég fekk bara það hlutur í teiknimyndalandinu mannstu. Ég var skvísan og þú varst þarna músur, svo kom vondi kallinn, og þú náður og ég bara, hjálpa mér. Mannstu ekki? Þið hlýtur nú bara að hafa verið að dreyma þetta, sko. Í alvöru? Nei, það getur ekki verið, þetta var svo raunverulegt allt og ég trúi þess ekki og ég sé hér til myndi loksins komast í mína eigin teiknimyndabók og verða fræg skvísa. Hei, ertu kannski að tala um þessu skvísu? Þetta er ég! Ég veit, ég var bara að stríða þér. Það hlaut að vera! Ég man alveg eftir þessu opnaði. Manstu? Það mynda mér þarna. Og ég líka. Hvernig er ég svona handsama hann? Sko, já, manstu, ég var alveg... Já, þú varst mjög svona... Já, og svo kom hann, og þú ég náður á rúlunum minn, manstu? Já. Manstu, og svo kom hann í... Góði, ég ætla að sýna þetta frammi. Já, Björgvin, Nei, ég gleymdi krökkunum ekki heima. Aftur og teikniblokkadýramyndagátunni. Sko, ég sagði ykkur áðan að dýr dagsins
kæmi oft fram í mjög frægum teiknimyndasögum. Þær teiknimyndasögur eru andrisblöðin og þetta dýr kemur þá oft fram í hlutverki bóa. Er ykkur farið að gruna eitthvað? Nei. Nei? Þá förum við með seinni parti vísunarinn. Hún er svona. Ég teikna á blaðið meiri part. Ég reyni að vera skýr. Hei, til greina kemur kannski ekki margt. Jú, til greina kemur einmitt ansi margt. Tölur. Og getiði hvaða dýr? Oj, þetta er bjarnabóin. Já! En það er ekki dýr samt, sko. Jú, þeir bræður eru nefnilega allir hundar. Oj. Já.